Já, komið þið sæl og blessuð. Velkomin í beina útsendingu á Samstöðina. Við köllum þennan þátt vikuskamt og förum yfir fréttir líðandi viku og líðandi stundar og svona þann tíðaranda sem okkur finnst einkenna augnablikið hverju sinni. Erum hér að jafnaði með 3 til 4 gesti. Og fréttamálin eru nú yfirleitt allmörg en í dag háttar svo til að við sjáum nú fram á það að afsögn menntamála og barnamálaráðherra verði aðal umræðuefnið og 3 góðir gestir komnir hingað, einn fyrrverandi skattstjóri, einn fyrrverandi fréttamaður og einn fyrrverandi þingmaður. Við skulum kynna þau til leiks. Indriði H. Þorláksson, vertu velkominn. Takk fyrir. Jódís Skúladóttir, velkominn. Takk. Og Sigursteinn Másson. Takk. Ég ætla að byrja á því að segja aðeins frá sjálfum mér. Ég fór í sund í gær í Vesturbæjarlaug. Ég kom upp úr lauginni 1:06, settist upp í bílinn og kveikti á kvöldfréttum Ríkisútvarpsins og þar bara skellur á manni þessi furðufrétt að barnamálaráðherra hafi sofið hjá barni og þau hafi eignast barn og klukkutíma síðar þá komin afsögn. Og þetta gerist allt svo hratt, allavega með Stöð 2 sem fer í loftið þarna 30 mínútum eftir þessu skúpi Ríkisútvarpsins ekki einu sinni með þetta sem fyrstu frétt og ekki með neitt, bara þau eru alveg blank og þau vitna pínlítið í RÚV en þetta gerist alltaf svo óbáslegum hraða og Sigursteinn, við höfum nú verið lengi í þessum bransa. Það eitt að ráðherra segi af sér náttúrulega gríðarlega stór frétt og að þetta gerir svona hratt, ég bara man ekki annað eins. En nú hef ég sagt ykkur frá svona hvernig ég upplifði þetta, þennan fyrsta klukkutíma, bara ég man ekki eftir öðru eins. En þá best að varpa boltanum yfir til ykkar. Hvernig hefur þetta slegið þig, Sigursteinn? Mér fannst þetta svolítið svona maður býtur hund frétt í gær. Svona furðuleg og fáránleg frétt fannst mér þetta fyrst og ég áttaði mig ekki alveg á því að ég heyrði þetta svona út undan mér. Já. Svo hefur þetta náttúrulega verið í fjölmiðlum vaðandi. Við tek eftir því að erlendir fjölmiðlar þeir gera mikið úr því að fyrirsagnirnir í útlöndum eins og í Aftonblaðið í Svíþjóð voru akkurat þessi barnamálaráðherra eignast barn með barni. Já. Þetta náttúrulega svolítið grípandi fyrirsögn. Já. Og frekar óvinnlegt sannlega. Og óvinnlegt og allt það En ég svolítið bara hugsi yfir öllum látunum. Mér finnst hún hafa tekið rétta ákvörðun að segja af sér. Það var bara svona hún varð að láta sína persónulegu hagsmuni víkja í þessu máli. En þar með finnst mér málunum lokið. Og ég finnst svolítið sérstakt að fylgjast með því í dag fyrirverandi kollegum mínum í fréttamannastétt fara þetta mál svona leita að einhverjum öngum til að viðhalda málinu og þar talaði þennan mögulega trúnaðarbrest við aðilann sem að tengdamóðurina þarna fyrirverandi sem hafi komið þessu upphaflega til forsætisráðuneytisins. Það ekki að segja að það sé nokkuð slíkt í gangi hér. Það mjög langsótt að halda því fram af því að hún virðist taka það strax fram í erindinu til forsætisráðherrans að hún hafi ekkert að móti því að blanda strax barnamálaráðherranum í málið. Þannig að mér finnst langsótt að vera að halda áfram með þetta og krefjast þess að hún segja af sér þingmennsku og slíkt alveg fráleitt finnst mér í þessu. Af því hún nefnir þetta, og ég var að rifja upp hvernig þessi fyrsta frétt sló mig. Þessi trúnaðarbrestur og lekinn úr ráðuneytinu, hann mjög snemma í fyrstu útgáfu af fyrstu frétt sem flutt. Og mér finnst þetta mjög ruglandi skilaboð. Við erum með þessa risafrétt. Og svo erum við líka með þarna aðra anga ennar, þar sem svona verið að reyna að gera svolítið tortryggjulega. Og það segir mér sem gömlum blaðahundi að heimildarmaðurinn hafði einhvern hag af því að pitsa fréttinni til RÚV. En þá yfir til þín, Jódís. Hvernig hefur verið fyrir þig sem fyrirverandi þingmanna og náttúrulega vel kunnuga Ástulóu trúi ég eftir að hafa setið á þingi með henni að fylgjast með þessu öllu. Já, við Ástulóa sátum saman í forsætisnefnd og ég þekki hana vel og
Ég verð bara að segja það að ég var mjög slegin. Ég var nú að græja steikja bleikjuna og koma henni á borðið og þá heyri ég þetta í 6-fréttunum og ég alveg heiðarlega sagt, þá hélt ég að þetta væri einhver erlend frétt. Einhver Breti með brækurnar á hælunum, það væri þá ekki fyrsta sinn. Einmitt af því að það var ekkert sérnefn. Nei, og ég einhvern veginn náði ekki alveg inntakinu og svo þegar ég fór að hlusta og heyrði þetta, þá bara brá mér gríðarlega. Og mér finnst þetta ofboðslega stórt mál og á því eru margir fletir. Mér finnst þetta ekki vera stormur í vatnsglasi, ég get ekki sagt það. Nei. Mér finnst mér finnst svo margar fréttir í þessu. Bara það að ráðherra í ríkisstjórn Íslands verði uppvísa einhverju og segja af sér. Við höfum nú séð hér jafnvel lögbrot hjá fyrirverandi ráðherrum. Já, Bjarni. Sóttvarnalög, þú veist, það hefur ýmislegt komið upp á og það var mikið talað það á síðasta kjörtímabili að það var verið að hræra á milli stóla og eitthvað svona þegar eitthvað kemur upp á. Ásthildur Lóa kona af meiri að stíga strax fram og segja af sér sem barnamálaráðherra og ég held að henni hefði aldrei verið stætt á öðru. Nei. Þannig að ég mjög ánægð með hvernig hún afgreiddi það. Mér fannst hún koma ágætlega út úr viðtalinu sem þá var tekið en þar hefði hún átt að setja punkt á eftir efninu og mér hefur þótt í rauninni óbærilegt að lesa fréttir í dag þar sem farið að tala persónulega þetta gamla mál sem að hefur í rauninni ekki endilega neitt tilgang fyrir framhaldið að tala að hver saði hvað, þá erum við bara komin inn í hið 35 ára gamla mál, hver reyndi við hvern og hver gerði hvað og við munum aldrei fá annað en 2 útgáfur af því. Mér finnst mikilvægt að við höfum það í huga því ég hef líka fylgst með samfélagsumræðunni og það skiptist í 2 hópa. Það eru þeir sem finnst hún eigi að segja sig frá öllum embættum, hún eigi ekki að sitja áfram sem þingmaður. Svo eru aðrir sem að segja þetta bara pólitísk aðför og hún hefur ekki brotið nein lög og hún á bara að vera áfram og vera stolt og það finnst mér líka rosalega flókið. Ég held að við getum ekki hort fram hjá því að þessi fortíð, þessi saga, hvernig svo sem að hún hljómar, þá eru þetta staðrendir máls. Að þarna var mjög ungur drengur innviklaður í þetta og úr því verður barn á þessum tíma. Þetta inn í trúarsöfnuði sem enn eitt kannski reiðarslægið því að við höfum nú fjallað mikið það á þingi óeðlilega og alvarlega stöðu innan sumra safnaða á Íslandi þegar kemur að til dæmis kynferðisbrotum og öðru. Þá þú veist, þetta allt hið versta mál og þetta ekki bara eitthvað svona pólitískt eitthvað atriði enda væri þá þessi umfjöllun ekki að þessu kaliberi og ekki í erlendum fjölmiðlum að sama skapi. Þannig að þetta hún svona það fyrsta og ég verð að segja það. Nú sitt ég kannski hinum með borðið eins og þjóð kannski veit eftir okkar samtöl hér við rauða borðið að þá verð ég móðir 14 ára gömul við svipaðar aðstæður. Já. Og þetta eru ekki mál sem að tilheyra fortíðinni. Það gerðist 1992, 2 árum eftir þessu Ásthildar Lóu-máli. Það var ekki eðlilegt að það væri mikill aldursmunur. Það var ekki, mjög margir tala þannig. Það var bara allt annar tíðarandi eins og við séum að tala 1950. Það ekki svo. Þetta alvarlegt mál og það var það líka þarna. Og við getum ekki hort fram hjá því. Nei. Af því þú nefnir að hún hefði kannski betur hætt í gær. Já. Eitt af því sem hefur stuðað fólk mikið í dag það að hún hafi kallað hann Elti Hrelli. Já. Drenginn. Já. Og nú veit maður svo sem ekkert hverjar þessar aðstæður voru og ég sammálaður, ég veit ekki hvort ég vil vita það. Mér finnst að þetta mál, bara ég vil ekkert vita meira þetta mál. En í ljósi valdamunarins og aldursmunarins þá
hafi það verið þannig að hann hafi verið einhver eldirhellir eða eitthvað á einhverju tímabili, þá það samt ekki eitthvað sem að að bjarga hennar málstað í dag. Þetta verður mjög vandræðaleg málsvörn. Já, vissulega, og ég held eins og ég sagði áðan, það við munum aldrei komast að því nákvæmlega hvernig þetta var, af því að það verða alltaf á því tvær hliðar, en valdamunurinn, aldursmunurinn, hann til staðar og talar sínu máli, og það ekki neinum til framdráttar, hvorki fyrrverandi ráðherra, fjölskyldu eða okkur sem samfélagi til hagsbóta, að það verði eitthvað orðakast í fjölmiðlum á milli þessar atriða. Þannig eru margar sálir undir, Ásthildur Lóa, hennar fjölskylda, barsfaðirinn og hans fjölskylda, drengurinn, sonur þeirra, og það eru margir sem að sjálfsagt eiga sárt að binda akkurat núna, og það engum greiði gerður með því að fara í eitthvað stríð opinberlega á milli þessara aðila í beinni útsendingu. Það á stóra málið ekki að vera. Stóra málið að þetta kemur upp, ráðherra bregst rétt við og segir af sér, og ég held að við verðum svolítið að horfa á það, og ég tek undir það að það til eftirbreytni, og það bæði fyrrum og ráðherrar framtíðar mættu alveg horfa til þess sem fordæmisgefandi, að þegar að staðan þessi, þá ekki nóg bara Indriði, nú þú sérfræðingur í kannski ekki svona málum, en ég veit að þú hefur fylgst með þjóðfélaginu vel. Eitt af því sem ég velti fyrir mér, það sko hvort Kristrún sagði Ástu Lóu að hún yrði að segja af sér þegar henni var ljóst hvernig málið var vaxið í gær á þeirra fundi. Og ég hef verið að draga línu í huganum frá því sem gerist í gær til þess þegar Þórður Snær Júlíusson ákvað að þiggja ekki þingsæti vegna gamalla synda. Það sitt hvað líkt með þessum tveimur málum, og mér hefur dottið í hug hvort Kristrún Frostadóttir sé bara svona mikil prinsippmanneskja, að hún vilji koma inn á krafti og setja nýtt viðmið hvað varðar traust, og við séum einhver leyti að horfa á afleiðingar þess. Ef ég byrja nú á stórri spurningu, hvernig líst þér á þessa tilgátu? Já, ég get alveg tekið undir það. Mér sýnist að Kristrún taki mjög, hvað að segja, svona prinsipp afstöðu í málum, en ég hef hins vegar ekki trú á því að hún hafi í þessu máli eða Þórðar verið með, hvað að segja, fyrirmæli eða það vegna hennar orða. Hins vegar hún vafalaust tel ég láti þau heyra að þetta sé mál sem að þau verði að gera upp við sig og taka sína ákvörðun. Hvernig þau hafa skilið, þau skilaboð veit ég ekki. En ég get að öðru leyti ekki mikið tjáð með þetta mál. Ég hef ekki þekking á þau fyrir mér en margir aðrir sem það reynda líka tjá sig. Ég get ekki undir það sem að Sigursteinn sagði hér og hérna hefur líka komið fram hjá öðrum að efni málsins sjálft finnst mér vera svolítið stormur í vatnsglasi. Það að segja þessi atburður leiði til þessara eða hafi þessar afleiðingar. Ég tek hins vegar fram að ég held að það veri rétt ákvörðun hjá ráðherranum að segja af sér bara til þess að eins og hún segir réttilega að þetta kom ekki niður á starfsemi, stjórnarsamstarfinu og framvegis. En að öðru leyti finnst mér ómögulegt að leggja mat á þetta 35 ára mál og draga af því miklar efnislegar ákvarðanir. Þannig að ég get ekki tekið undir þá kröfu að henni bera sig af sér. Sem þingmanni. Það er ekkert lögbrot verið framvið og það er ekkert verið brotan einum þeim siðareglum sem við höfum í heiðri eða höldum á þingmönnum og svo framvegis. Þannig að ég er ekkert vissum að það væri gott fordæmi að þingmenn röklist úr embætti eða stöðu af hvað maður segja, á jafn óljósum hætti eins og í þessu máli. Og ég tek undir það líka hérna að umræða svona mál mjög viðkvæm fyrir marga aðila og það er ómögulegt að
skilja eða geta lagt mat á þetta mál út frá því sem að núna liggur fyrir og svo framvegis og ég held að sé engin ástæða fyrir hvorki einstaklingin í hópi verið að fara að grafast fyrir hvernig þetta mál er vaxið í einstökum eða var vaxið í einstökum tíma. Það skilja hvorki neinum árangri. Nú varðandi síðan hitt þar segja að menn reyni að svona flýja út í þetta og spyrja hvort það hér trúnaðarbrot og þá finnst mér það að verið alveg gerð grimm fyrir því að það hafi komið fram að barnamálaráðherra væri mögulegt eða æskilegt að væri á þessu fundi og ég spyr nú bara hvernig átti að boða hann til fundar málið ef að hún verið ekki gert grimm fyrir því. Já, það verið talað að trúnaður sé út á við en ekki inn af því að hún nefnd þarna líka. Já. Ég vil líka bara taka það fram sko að það er engin ástæða til að gera lítið úr málinu eins og það birtist í gær. Það birtist þannig í gær að það væri þarna starfsmaður í einhvers konar trúnaðarstöðu í kristilegum söfnuði sem að hefði misnotað sér aðstöðu sína gagnvart barni sem að var í veikri stöðu og kom inn í þennan söfnuð. Þannig voru fyrstu fréttir af þessu í gær. Í dag sjáum við að það var ekki þannig. Því var einhvern veginn öðruvísi farið en hún hafði ekki neitt hlutverk sérstætt að því virðist gagnvart þessum dreng og þeirra samskipti voru aðalega fyrir utan söfnuðin. En sko aðalatriði þessu bara held ég sé samt sem áður þetta er einkamál. Þetta er 35 ára gamalt einkamál og við getum rætt á kannski einhverju hærra plani akkurat þetta sem að við höfum verið að koma inn á hér, það er að segja með hvaða hætti við getum varið kannski betur börn fyrir því að fara inn í svona sambönd, getum við sagt. Það er auðvitað full ástæða til þess að gera það. Var það þá og er það enn þann dag í dag. Svona mikill, bara aldursmunur þarna skiptir auðvitað máli. En sko það er ákveðin umræða. En hins vegar svona pólitíska umræða sem á sér stað í dag og þetta fjaðrafok sem er í gangi í dag, það finnst mér ekki eiga rétt á sér. Og þegar þetta er mest lesna fréttin á BBC í sömu viku og það er búið að drepa 200 börn á Gaza Er hún mest lesna fréttin á BBC? Hún var það í morgun. Hvað segir? Þá er eitthvað skakt, ekki bara hér í áherslum og í því hvernig fólk fylgist með fjölmiðlum og hvernig fréttamat er. Heldur er það náttúrulega, sko, hið alþjóðlega fréttamat eru auðvitað kolrangt. Þetta verður að þessum fyrirsögnum út allan heim af því að mönnum finnst þetta sniðugt, væntanlega. Þegar mönnum finnst þetta áhugavert og vegna þess að þjónar skráargats lönguninni að fá að kíkja inn skráargati hjá nágrannanum, njósna nágrannan, einkalíf fólks þegar að óhreinni þvotturinn er allur kominn út allt. Þetta er lélegt og mér finnst svolítið sorglegt að horfa upp á til dæmis Ríkisútvarpið í dag með hvaða hætti þessi frétt dóminerar alla umræðu og það er verið að fara í alls konar einhver smáatriði sem eiga ekki erindi við almenning. Þetta með smáatriðin er mörguleiti sammálaðir þar en þetta með fréttamatið verður við ekki í Ríkisútvarpinu til varnar að nefna það sem við vorum aðeins að ræða á hver fátítt þetta er í sögunni að íslenskur ráðherra segja af sér og það bara hann gera það strax eftir svona mál. Heldur að það kunni ekki að skýra að miklu leyti? Það er eitt sko, en eftir þetta en að fara síðan í það að reyna að rekja þessi samskipti þeirra aftur í tíman í einhverjum smáatriðum sem eru auðvitað ekki nokkur leið að gera í opinberu umræðu og opinberu umfjöllun. Það finnst mér alveg stórfurðulegt. Sérlega líka vegna þess, alveg eins og Indriði nefnir, að þá er ekki hér búið að brjóta neinn lög. Það virtist verið í gær. Já, eins og fréttirnar komu vitlausar í upphafi, þá gat það verið. Maður spyr sig hvort hún hafi mætt þrýstingi og sagt
af sér, mér liggur við að segja í einhverjum misskilningi að það hafi verið einhver orðræða í gær, rétt að það nú segir af sér lögbrot sem hafi svo, eða við vitum ekki ennþá hvort þau voru framin. Nei, sko, hún getur ekki setið sem barnamálaráðherra þegar þetta komið fram. Nei, auðvitað hefði hún líka átt að gera grein fyrir sínum málum, vitandi þetta þegar hún tekur við embættinu, þá hefði hún átt að vera búin að gera grein fyrir þessu fyrir sínum formanni og náttúrulega samstarfsfólki í ríkisstjórn, af því að sko, hennar staða getur aldrei gengið sem barnamálaráðherra eftir að þetta komið í ljós. Nei. Traustið til hennar náttúrulega, það bara farið í málaflokknum, hvernig sem þetta mál vaxið, en ég sammálaður með að það skiptir miklu máli hvernig sagt frá málinu, og Ríkisútvarpið hefur komið svolítið óvart í þessari umfjöllun, það verður að segjast eins og en á sama tíma þá verður maður líka óskaðan til hamingju með ansi mikið skúp, og það ekki fyrr en það liggur fyrir að Ríkisútvarpið að fara að flytja fréttum þetta sem að það kemst skriður á það að Ásta Lóa segir af sér, eins og oft í svona málum. Já, ég verð nú að segja að sko að því að Sigursteinn segir þetta, í gær fáum við eitthvað upplýsingar frá RÚV, þær eitthvað hlið á eitthvað máli sem að fréttastofa væntanlega hefur frá þessum aðilum. Ráðherrann fyrrverandi segir svo sína hlið, og það það sem ég að undirstrika. Við í öllum þessum málum, nú ætla ég ekki að tala um þetta sérstaka mál, þá erum við alltaf með þetta, rétt eða rangt, hver að segja satt og hver að segja ósatt. Það ekki nóg endilega hún stigi fram og segir, heyrðu, hann var eldirhellir og við eigum ekki að taka afstöðu af því að við getum það ekki. Þessi yfirlýsing hennar mistök. Hún algjörlega glórulaus og mjög óheppileg fyrir hana, og hún þar held ég endar sinn pólitíska feril með þessar yfirlýsingu. En hún muni hætta á þingi? Ég veit það ekki, ég veit það bara hreinlega ekki, en ég held að það sé líka rosalega mikilvægt að þegar við segjum þetta alltaf svo flókið varðandi fjölmiðla. Við skömmum fjölmiðla fyrir að fjalla ekki mál og við skömmum fjölmiðla fyrir að fjalla mál. Að sjálfsögðu þetta stórt fjölmiðlamál að ráðherra í ríkisstjórn segi af sér út af svona, eins og hún sjálf kallaði það, beinagrind í skápnum sem að kemur fram. Annað væri náttúrulega fullkomlega óeðlilegt ef að það hefði ekki fengið rými í fjölmiðlum bæði eins og hefur gerst, bæði innanlands og utan. Hvað kunni að vera ógöfugar en það að þetta sé mest lesna fréttin á BBC, það segir sitt. Já, en ég ætla að taka undir með Sigursteini að það auðvitað sturlað að þegar við erum að horfa upp á hryllingin á Gaza, við erum að horfa upp á hörmungarnar vestanhafs dag eftir dag, að þá þetta stóra málið, og ég held að sé mikið til í því, en þá komum við líka aftur að þessu sem að þetta stóra málið, að ráðherra hverju sinni ekki bara eitthvað í næsta skráagati, heldur eru þetta opinberar persónur sem að taka að sér gríðarlega ábyrgða mikil embætti og hafa bara ekki sömu stöðu og hver annar, og við lesum svona fréttir eitthvað staðar þess og hinn og eitthvað sakamál og eitthvað slíkt, og þau fá líka rými í fjölmiðlum, en við erum bara á allt öðrum stað þegar við erum að tala embættismenn þjóðarinnar, sko. Já, kannski aðeins í sambandi þetta þá finnst mér líka sem að Sigursteinn nefndi, sko, þetta afsögn ráðherra, hún sjálfur sér stórmál. En mér finnst vanta svolítið að menn setja það líka í samhengi við hvað við segja fyrri afsagnir eða ekki afsagnir með tilliti til þess að svo hvað þessi viðbrögð að segja af sér, viðurkenna mistök og svo framvegis hefur verið eitthvað fjarlægt og erfitt að fá fram í íslenski pólitík, að það finnst mér að það svolítið grímskriski að ræða þetta mál í því samhengi líka, sko. Einmitt, sem kannski eitt fréttnamasti flutturinn. Já, ekki satt.
Og eins og við vorum að kannski að nefna hérna fyrir útsendingu að mitt mat á vinnustaðnum Alþingi Íslendinga þar skortir mest af öllu auðmýkt. Já. Og Ásthildur Lóa sýnir ákveðna auðmýkt í þessu viðtali í gær, þar sem hún stígur fram og segir af sér og ég held að það sé til eftirbreytni að því að nákvæmlega eins og hefur komið hér fram hjá sessunautum mínum að þarna metur hún málaflokk sem eru bara inn í hennar ráðuneyti og við sjáum það. Málefni barna eru í miklum ólestri. Við heyrum af börnum í fangaklefum, við heyrum af hryggbrotinni stúlku inn á Vogi, við heyrum af gríðarlegum vanda í skólum. Þessir málaflokkar, þeir geta ekki beðið og þeir geta ekki vikið fyrir einhverjum svona óhreina taugi ráðherrans, ef ég nota hérna það orðalag. Þannig að þar sýnir hún styrk með því að bara taka sína persónu frá og ef ég væri pólitískur ráðgjafi, sem ég ekki, og ætti að ráða flokki fólksins heilt, þetta hefur verið mjög erfið byrjun fyrir flokk fólksins í þessari ríkisstjórn. Það hvert máli, 6 mál frá áramótum. Það eru þetta dómsmál Ásthildar Lóu, það fjármál flokksins sjálfs, það skólamál Ingu Sæland. Það hefur bara verið viku eftir viku eitthvert hneykslismál í fjölmiðlum. En þau stjörnu kíki á sér. Já, þau eru það. Og fjölmiðlun á Íslandi miklu aggressífari. En öll þessi mál eru samt stór í, þú veist, það ráðherra sé fyrir dómi einhver fjármál skilur. Það líka stórt og áerindi kannski í fjölmiðla. En ef ég ætti að ráða þeim heilt, þá myndi ég núna horfa á málaflokk barna á Íslandi og ég myndi ráðleggja þeim að taka utan þings ráðherra sem sérfróður í málefnum barna og koma ráðuneytinu í höfn og byrja að vinna. Ég ætlaði að mynda að kasta þið til ykkur hverja þið sjáu fyrir ykkur sem arftaka Ásthildur Lóu. Ég held að þetta sé ákaflega góð hugmynd. Ég held að hérna, við séum að horfa á fjármálaráðuneyti núna mjög vel skipað og ég held að þetta gæti verið lausn í þessari stöðu í stað þess að leita inn á við og hérna af því að þau eru löskuð já, þau eru náttúrulega mjög löskuð og það ekkert mikið mannavald þarna verður að segjast eins og líka þetta bara að þau eru óreind og þetta kannski umfram annað svona klaufaskapur og klaufaskap ofan margt þetta hjá þeim hvernig þau að bregðast við líka gagnrýni og þetta til dæmis með yfirlýsinguna hennar í framhaldi af afsögninni sem hann átti aldrei að koma með þessa yfirlýsingu, þá var hann að viðhalda málinu í stað þess að láta því ljúka með afsögninni og þetta Ingumál þarna með skótaugið í skólanum þetta fyrst og fremst klúður og klaufaskapur þau einhvern veginn eru að detta hvort annað og hérna ég held að þau þurfi einhvern veginn að virkilega svona að horfa í bara með þetta og ég held að þetta sé góð hugmynd að utan þingsaðili í barnamálaráðuneytið í því neyðarástandi sem ég sammála að ríkir þar væri góð lausn. Já, það líka kemur í veg fyrir þá frekari átök inn í flokknum hver eigi tilkall til þessa stóls sem núna losnar því það getur líka verið viðkvæmt ofan á annað erfitt andrúmsloft í flokknum. Indriði, ég getur neita því að mér hafði dottið í hug að þetta væri svona besta lausnin í málinu. Bæði ég vegna sem þið hafi lýst hérna en líka held ég sé allt í lagi að koma fram að það hefur verið ágætt reynsla af því að fá fagaðila inn í og ég held að það væri líka gott fyrir bara bæði þennan flokk og fyrir ríkisstjórninni heild að fá einmitt faglegt yfirbráð og faglegt tök á þeim vandamálum því að kannski sérstaklega barnamálin og þessi mál sem þið nefni hérna eru ekki á hversmannsfæri að fjalla Þetta eru gífurlega stór vandamál, þetta gífurlega vanrækt svið sem verið og ég held þess vegna að þetta væri
fyrir flokkin og fyrir bara ríkisstjórnar góða leið en eins og ég segi, ég ekki heldur pólitískur ágæður. Við tökum okkur það vald hér við þetta borð. En ef við værum spunameistarar flokks fólksins þá gætum við einmitt snúið þessu þá upp í tvennskonar sigur þessu ömurlega máli. Eitt, það eru sett ný viðmið siðbót í íslenskri stjórnsýslu með því að ráðherra segir af sér leið og uppkemur mál sem mun rjúfa traust á milli hans og borgarana og veikja ríkisstjórnina mjög. Og 2, eins og þið eruð að nefna, flokkurinn gæti sýnt okkur það að hann myndi leggja svo mikla áherslu á hið faglega að hann myndi velja ráðherra utan raða þingflokksins. Og nú kom algjörlega báleggjandi og flokkurinn hefur samband við okkur ráðgjafir og þríekið nýja þitt pólitíska en mér langar aðeins að koma inn að því að nú sit ég hér með 3 góðum mönnum og þetta er fyrsta viðtalið sem þú veitir eftir að þú varst kosin út af þingi, ekki satt? Jú. Já, og þú hefur bara alveg haldið frá fjölmiðlum. Já, ég hef bara gert það og bara ákvað það og valdi það. Ég gaf ekki kost á mér, tók mig af lista og tók enga þátt í kosningabaráttunni og þetta var auðvitað mikið reiðarslag. Ég missa bara eigin flokk. Já, ég sá nú held ég í hvað stemdi og ég reyndi að tala mínu máli en hafði nú ekki erindi sem erfiði þar. I told you so. I told you so. Nei, ég sá ekki fyrir mér þennan svakalega skell, Ekki að við ég átti von á því að við myndum ná þingmann í Reykjavík. Já. Ég átti svo sem ekki von á að þeir eru mikið fleiri. Nei. En þessi skelfilega hýðing að við náum ekki einu sinni þessum viðmiðum fjárveitingarnar. Þetta var auðvitað mikið reiðarslag og sorglegt og ég hef af því miklar áhyggjur að því að óháð VG þá eru Píratar og sósíalistaflokkur sem voru þarna nálægt að það eru ákveðin mál sem að hafa alltaf verið djúpt í mínum kjarna ástæðan fyrir því að ég fyrir í pólitík sem eru þessi sterku vinstri mál. Það vantar talsmenn umhverfisverndar og náttúruverndar og alþingi. Mannréttinda, það er dýraverndar, það er bara svo margt sem að var haldið mjög hátt á lofti af þessum flokkum og hefur verið sem að ég held að sé daburt að sé farið. Pólitíska ástandið náttúrulega er alveg stórfurðulegt og alþingi núna með þessa hægri sinnuðu stjórnarandstöðu er auðvitað bara, þetta er ofsalega hættulegt í sjálfu sér lýðræðislegri umræðu að við séum á þessum stað að allur þrýstingur sé frá hægri gagnvart stjórninni sem er þegar kannski frekar hægri sinnu, einhverju leyti allavega. Einhverju leyti, en ég held að við þurfum líka bara að horfast í augu við það, ég byrjaði nú þessa ræðu mín á því, ég sæti hér með 3 góðum mönnum og eina konan og varðandi þetta mál, hennar Ásthildur Lóa, því að við erum nú bara að láta hugan reika, þú veist, hvernig standa fjölmiðlar sig, hvaðan eru við að koma, af hverju er umræðan, af hverju er þetta mest lesna fréttin erlendis, þá skulum við líka átt okkur á því að hér hafa verið gerðar byltingar af konum á undanförnum árum og áratugum og rými umræðu ofbeldi, misnotkun, valda ójafnvægi, hún hefur bara stækkað og sá tími er liðinn þegar fólk segir bara já, þetta var nú bara svona og það voru nú allir bara með aldursmun í gamla daga eða boys will be boys, eitthvað orðræða, sá tími er liðinn og þetta verður aldrei bara afgreitt sem eitthvað annað og ég sé það mjög mikið á samfélagsumræðunni að þetta mál er mjög erfitt fyrir mjög mörg og sérstaklega þolendur kynferðisofbeldis sem að upplifa nákvæmlega þessa orðræðu, fá sín mál ekki í gegnum réttarkerfið, sönnunarbyrðin er svo gríðarlega þung, málin falla niður, allt er kannski borðleggjandi, það eru vitni, það eru gögn og eitthvað, en þú kemst ekkert áfram í réttarvörslukerfinu að þannig hefur það þróast að við erum
farin að sjá þessa baráttu á hinum opinbera vettvangi í fjölmiðlum af því að þolendur finna ekki annan farveg. Þannig að mér langaði bara að koma þessu að þetta þetta það sem hefur líka gerst með MeToo-byltingum og öðrum að það verður hávaði. Þegar við verðum uppvís, þegar við heyrum af óréttlæti, brotum eða hvað það þá fer umræðan á stað. Mér langar líka aðeins áður en við skiljum við þetta mál. Það langar mig aðeins að ræða pólitískar víddir þess vegna þess að þær eru svo sannlega fyrir hendi. Ég hef nú ekki lesið Moggann í dag, ég ekki áskrifandi af Moggann, mér skilst að leiðarinn hafi gengið mjög langt gegn Ástu Lóu, spursmál fyrir í dag, þar spurningin mun ásögnin sprengja ríkisstjórnina, mjög mikill vilji til þess að láta þetta mál sprengja ríkisstjórnina, margt í fréttaflutningunum og blaðamennskunni sem hefur verið mjög pólitískt, Facebook-vinir mínir sem hafa tjáð sig málið, þetta alveg svart og hvítt eftir í hvar fólk stendur í pólitík, hvernig fólk tjáðu sig þetta mál. Það náttúrulega mjög dapurlegt. Það dapurlegt. Það bara sérstaklega dapurlegt af því að þetta eins og segi, þetta mál sem að verður ekki útkljáð, þar að segja hvað það raunverulega var sem að gerðist fyrir 35 árum síðan og þetta verður ekki útkljáð í fjölmiðlum og það ekki rétt að útkláða þetta í fjölmiðlum. Það rangt að gera það. Þetta og að gera þetta þá eftir afsögn hennar að pólitísku spunamáli líka rangt. Það rauninni ógeðfellt að gera það. Því að hún það verður ekki af henni tekið, þrátt fyrir þessi mistök sem hún gerir með þessari yfirlýsingu sem hann alltaf sleppa, að hún axlar ábyrgð. Hún axlar persónulega ábyrgð, hún axlar pólitíska ábyrgð með þessu. Hún gerir það hratt og ákveðið. Fordæmalaust eða lítið. Og gefur byr, maður fann alveg að bursi frá málinu sjálfu og þetta auðvitað hörmulegt og ég þekki hana auðvitað persónulega og mér finnst þetta ekkit auðvelt, ekki frekar en þér og svona, en þá hugsaði maður samt frískur andblær, stjórnsýslulega. Já, en þá núna verið að reyna að grauta í þessu öllu saman, varðandi meintan trúnaðarbrest í forsætisráðuneytinu, reyna að gera þetta að einu allsherjar pólitísku drullumalli. Það í rauninni bara ómerkilegt. Það það. Það ekki, Indriði? Jú, þetta náttúrulega tilhneiging hjá kannski pólitískum flokkum að reyna að mjólka sérhvert mál og mér finnst að vera í þessu máli ekki farið langt fram og þegar leiðtogar annar og flokkar svona bregði sem nánast í svona líki gróf frá leiti með því að segja ef þetta rétt þá þetta fordæmalaust fordæmingarmál og svo framvegis. Mér finnst það bara ekki sæmandi fram. Og þessi krafa sem komin fram hjá formanni Sjálfstæðisflokksins einhverja rannsókn, opinbera rannsókn á forsætisráðherranum í þessu máli. Þetta náttúrulega bara fráleitt Ég verð nú kannski að segja líka að því hér eru nú blaðamenn við borðið að mér þótti áhugavert, ég á nú marga vini í þessari stétt og hef heyrt af þeim það ekkert alltaf auðvelt að fá svar úr ráðuneytum eða að fá fund með ráðherrum. Það getur bara tekur vikur og mánuði og því erindum ekki svarað og alls konar. Þau hafa lögbundin 2 vikna frestur og alveg óheyrt að það gerist eitthvað fyrir þann frest. Þá framleikið hann Já, nákvæmlega og þetta þekkið þið. Í þessu máli var komin skriður á málið og fundur að fyrir dyrum í sömu viku. Já, aðstoðarmennirnir voru strax konur í samband. Já, aðstoðarmenn konur í samband. Það eitthvað rosalega... Það þú veist... Það eitthvað mjög alvarlegt sem var hintað, það ekki? Jú, það hlýtur að vera. Það ekki? Þannig að ég líka bara spyr mig, þú veist, mér finnst svo erfitt að vera að taka einhverja afstöðu og eins og með forsætisráðuneytið. Hvernig, alveg eins og var sagt hérna áðan, hvernig á þáverandi barna- og menntamálaráðherra að sitja fund sem má ekki boða ná af því að það trúnaðarmál en samt óskað eftir
Róskaði, það sagt það er í góðu lagi að hafa með. Já, og þú veist, hvar er trúnaðarbresturinn þar, en að sama skapi þá, það er svona, að mínu mati er alveg svona einhver óþefur af þess og þetta er dálítið skrítið, þá er ég að segja þetta því þekki það hvað oft þarf að bíða mikið að þarna er eitthvað mikið undir og það fer á stað einhver milla sko, en ég held að sko varðandi ríkisstjórnina, mér er náttúrulega afleitt að þetta verði einhver banabiti í ríkisstjórnina. Mér finnst þetta hafa verið spilað bara vel, ráðherrann er búin að segja af sér, nú þarf bara að fylla þennan stól og það þarf að vanda þar til verka. Má ég skjóta inn í núna að sko ég hef séð á fleiri en einu stað á Facebook hjá málsmetandi vinum mínum að ef Þórdís Kolbrún færir sig yfir í Viðreisn, eins og sumir segja hún eigi betur heima núna eftir ræðuna hennar á landsfundinum og hvernig hún er að markera sig frá hérna Sölunum sko. Ef hún gerir það, þá geti Kristrún og Þorgerður Katrín þær geti skipt flokki fólksins út fyrir Framsókn. Þetta hefur séð á fleiri en einu stað. Þannig að þegar Mogginn spyr í spursmálum er þetta mál að sprengja ríkisstjórnina, það eru kannski aðeins fleiri sem að hafa aðeins og miklar áhyggjur af því hvort flokkur fólksins sé stjórntækur og hvort Framsóknarflokkurinn getur verið opsjónin í það eitthvað. Nú er ég ansi langt frá mínum eigin persónulega þangagangi bara svo ég setji það á borðið. En þetta er kannski umræðefni áður en við skiljum þetta endanlega. Hvernig litst ykkur á eitthvað svona? Ég held að það hefði alltaf blasað við frá upphafi þegar að stjórnarmynduna viðræðurnar byrja að þetta er ekkert einfalt með flokk fólksins og ég held að enginn hafi átt von á því að þetta er eitthvað piknik fyrir Kristrúnu að halda þessu saman eins og þið nefndu hérna áðan að þá auðvitað hafa komið upp öll þessi mál svona misalvarlegir skandalar þessi einna stærstur auðvitað og það tekur á að sko hvað er stjórnin búin að vera 2,5 mánuði, 3 mánuði, þannig að þetta er ansi mikið á stuttum tíma en mér finnst þetta áhugaverð kenning þetta er mjög áhugaverð hugmynd og áhugaverð kenning en ég held að þetta sé nú bara það eins og stendur sko, ég held að það sé ekkert annað að fara að gerast en að það verði reynt að hérna halda áfram sko. Svo eru sumir Indriði bara mjög reiðir yfir því að sko alþýðan eins og margir kalla flokk fólksins að það sé setið fulltrúa alþýðunar með miklu meiri grimmd heldur en þessa valdaflokka og þetta fíneri sko sem að býra hefðarvaldinu og því það er kannski eitthvað til í því líka. Það var laust og ég held að samúð í samfélaginu, tjóðfélaginu sé með málstað fólksins hér til þess að gera mikil og að þessar árásir sem þau hafa orðið fyrir hversu maklegar og ómaklegar þær mælist ekki vel fyrir svona almennt. Hitt annar mál að ég hefði talið að hvað maður segja þáttaka Framsóknarflokksins í þessu stjórnarstarfi hefði verið góða sko, en þá breiðar en það er annað mál. Og sko Framsóknarflokkurinn á hverjum tíma er sennilega alltaf stjórntækur í einhverjum skilningi þess orðs, bursið frá því hvort hann er lítillega stór, eða hvað? Í hefðbundnum gamaldags skilningi. Já, hefðbundnum gamaldags skilningi. En takk fyrir að ræða þetta, ég vissum að áhorfendur og hlustendur hafa fylgst með þessari umræðu af hérna nokkuru athygli, því að við höfum sogað í okkur hvert einasta orð þetta mál síðan klukkan 6 í gær. Þá ætla ég að fara örlítið út fyrir landsteinina með okkur. Það eina sem var gott við þetta mál er það að við höfum ekki talað Trump síðastliðin sólarhring eða svo, en hann er náttúrulega búin að vera á heilanum á okkur síðan hann var endurkjörinn forseti og mér langar svona aðeins að fara bara hringinn, byrjum kannski á þér Sigursteinn, ert þú í hópi þeirra sem að veist hvað þú ert að koma eða hvert þú ert að fara, hvað varðar tilfinningu þína fyrir því hvernig við Íslendingar eigum að staðsetja okkur í varnar og öryggismálum, við höfum hort á útgjöld, vaða upp og hvað varðum litla saklausa, hlutlausa Ísland, herlausa sem alltaf hefur tekist að smjúga einhvern veginn framhjá öllu. Nú verið að draga okkur inn í alls konar átök og fjárveitingar
með góðu illu. Við erum með ríkisstjórn sem nokkuð sammála þetta, meðal annars út af kallinum þarna fyrir vestan og hann er að hætta stuðningi við eða við getum allavega sagt að stuðningur hans við Íslendinga er mjög óljós. Sami maður hótar að taka Grænland, nágranna okkar og við vitum eiginlega ekkert hvað við eigum að, eða sem sagt, ef ég bara deili því með þér, ég sjálfur, ég finn bara hvernig allar þær hugmyndir sem ég hef haft sjálfur mína stöðu og stöðu Íslands, þær eru mikil reyfingu frá mótni kvölds. Þannig að ég var aðeins að taka hringinn í þessu. Þetta sem hefur verið sagt að vika sér langur tími pólitík, nú er það þannig að klukkutími langur tími pólitík. Já. Og þetta maður eiginlega verður bara þreyttur að reyna að fylgjast með þessu. Ég held að við verðum að taka mjög alvarlega þessa stöðu okkar hér í Norður-Atlantshafi. Ég held að sé ekki takt að horfa fram hjá því. Persónlega er ég þeirra skoðunar ef við hefum að flýta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu með aðild að Evrópusambandinu. Já, þú ert þeirra skoðunar. Já, og ég held að vætum að reyna að gera það á þessu ári, síðasta lagi á næsta ári. Og ég byggi þá skoðunum mína ekki á því að þetta snúist hvað við getum efnahagslega fengið sem mest út úr Evrópusambandinu. Og að við eigum að vera að græða sem svona óalega mikið á Evrópusamstarfinu. Heldur finnst mér þetta snúast miklu frekar núna það að við séum að standa með öðrum þeim ríkjum sem að eru næst okkur í gildum, varðandi mannréttindi, varðandi jafnrétti, varðandi réttindi minnihlutahópa, réttindi kvenna, þau ríki sem eru svona næst okkur í því, það eru Evrópusambandsríkin klárlega. Og núna eru Bandaríkin týnd og tröllum gefin pólitískt. Og maður náttúrulega ég hef ekki á minni lífstíð upplifað annað eins á þessum örfáa mánuðum frá því að maðurinn tók við þarna í janúar. Hvers konar grundvallar breyting hefur allt í einu orðið á ekki bara stefnu landsins heldur í praxís alls konar hlutum. Þeir eru núna búnir að setja til dæmis háskólunum það fyrir að afnema öll þau prógram sem að hafa snúið að minnihlutahópum og réttindum þeirra. Jafnréttisverkefni eru bara þurrkuð út af borðinu og svo framvegis. Bara svo eitt dæmi sér tekið, en þetta svo gríðarlega alvarlegt sem að gerast. Og ég held að við getum ekki sagt pass í þessu og sagt bara við ætlum bara að vera á milli og nýta okkur alltaf hagstæðasta gagnvart Evrópu og alltaf hagstæðasta gagnvart Ameríku og vera bara svona áfram í því. Þetta gengur ekki lengur. Núna verðum við að taka afstöðu og við verðum að taka afstöðu með þeim ríkjum sem að helst eru okkur næst í gildum og varðandi lýðræði, mannréttindi og frelsi. Jódís. Já, ég get nú tekið undir margt af því sem að Sigursteinn segir. Staðan vestanhafs er auðvitað algjörlega galin og hún er gríðarlega hættuleg. Og ég minni nú á að frænka mín hætti við för til Bandaríkjanna. Já, svo sem var í fréttum í dag. Já, vegna afstöðu þarlendra stjórnvalda til transfólks. Og það sem er svo stórt í þessu er einmitt þetta að hægt og rólega breytast reglugerðir, breytast lög og svo einn daginn erum við komin eitthvað sem við getum ekki bakkað út úr. Og það er það sem er svo alvarlegt í þessu. Ég hef miklar áhyggjur, það er kannski tvennt. Ég er mjög bjartsýn kona og ég er frekar jákvæð kona og ég hef haft svolítið trú á þessari ríkisstjórn og litist vel á margt sem hún er að gera. En tvennt fer algjörlega þvert ofan í mig. Það er staða gagnvart íslenskri náttúru, annars vegar með nýjan ráðherra og hins vegar er það þessi ofboðslega trillingsumræða. Sem að Valkyrjur bera nafn með rentu, segir þú? Já, það gæti verið því að að vera svona militant og að
það er einhver glampi í augum þegar talað ástandið og varnarmál og kafbóta og íslenskan her og eitthvað. Ég held við séum í fullkomlega komin í rugl þarna og mín afstaða gagnvart NATO hefur verið skýr lengi og mér finnst núna vera að raungerast það sem ég hef verið að segja í langan tíma. Við erum peð í NATO og sem peð hefur okkar styrkleiki falist í því að vera ekki að vera einhver uppblásnir leikendur á þessu sviði. Og sko, núna erum við að horfa þarna vestur eftir með þessa stöðu. Við erum að sjá útrýmingu Palestínu í boði Bandaríkjanna. Okkar vina þjóðar og bandalags eitthvað. Ég tek undir með Sigursteini, hér verðum við að draga línu í sandinn. Ég er ekki Evrópusamband sinni, hef aldrei verið. Finnst margt mjög flókið við það. Ég tók hluta mínu námi út á Ítalíu þar sem ég var að svolítið sérhæfa mig í Evrópurétti, Evrópskum samningarétti og öðru og þú veist... Já, þú ert löglærð. Ég er löglærð og það er ýmislegt þarna sem að flagga rauðu en ég get samt kynnt því að við verðum að taka einhverjar afstöður og við þurfum að hugsa málinu upp á nýtt af því að við erum ekki í eðlilegu geopólitísku ástandi. Þannig að eitthvað sem að hefði verið borðleggjandi kannski fyrir 5 árum, það á ekki við í dag. Staðan er bara svo galin alþjóðlega að við þurfum einhvern veginn að endurhugsa leikinn og það að æsa upp í frekari hernað, moka meiri peningum í stríð frekar heldur en til hjálparstarfa hugnast mér ekki. Þetta hefur stundum verið leið, körlum hefur stundum verið leið á hálsi að vera aggressífir, vilja fara út í stríð og átök og mér finnst áhugavert að 3 konur leiða þessa ríkisstjórn. Þær hafa að jafnaði flesta daga lýst meiri vilja til þess að vera herskáar heldur en bara ég og karlkyns vinir mínir, bara svo ég segi það. Já, Þorgerður eru þetta kannski aðal. Er það Þorgerður kannski sem leiðir þetta? Ég held að svo stefnubreiting sem að varð fyrir ekki svo löngu síðan að fara að styðja bein vopnakaup og vopnaframleiðslu hafi verið mistök. Og af því að ég held að í stríði það vantar svo gríðarlega mikið af hjálpargögnum, af heilbrigðisstarfsfólki, það eru vantar svo mikla peninga þar og við hefðum átt að halda okkur við þá sérstöðu okkar að styðja og styrkja þar fyrst og fremst, hvort sem að það er Úkraína eða Palestína en ekki alls ekki bein vopnakaup eða vopnaframleiðsla. Ég er á því sko. Ég heyri það að engu okkar 3 líður vel með þetta þótt við áttum okkur mjög vel á því að þetta er snöggbreytt veröld. Hvert er þitt sjónarmið? Já, það er nú komið hérna ýmist og trapp sem ég get alveg tekið undir. Sko varðandi stöðu Íslands gagnvart NATO og að við höfum verið hérna hlutlaust og varnarlaust land er svona kannski ekki alveg verið rétt lýsing vegna þess að Nei. Ef við förum yfir söguna þá hefur náttúrulega Ísland fyrst og fremst stutt afstöðu Bandaríkjanna og fylgt þeim nokkuð í blindi og því sem að ég alltaf þá tala verið svona vafasamma stefnu sko. En það sem að nú er að ske sjáum við kannski sko NATO sem hvað við segja varnarbandalag eins og við vildum hafa það að leiðast í sundur stæðsti eða sterkasti hluti þess að skilja sig frá sko. Og mitt mat er þá að okkar svar eigi fyrst og fremst að vera það eins og við átt að gera fyrir löngu, það er að segja að halla okkur og vera virkar í Evrópusambandinu og mjög til að og hefur lengi haft á skoðanum að ættum að löngu vera komið þar inn sko. Og ég tel alveg augljóst að við þessar aðstæður sem hefur skapast í heiminu núna og við sjáum í viðbrögðum Svía og viðbrögðum Finna er það að skynja það að Evrópa sem heild hafa að vera mikið sterkari og samstæðar heldur hún er. Og þess vegna ég atkvæðagreiðsluna fyrir og marka þá stefnur að Ísland verði meðlimur í
Evrópusamstarfinu og það meira og minna óhátt í hvort að við græðum mikið að minna það. Ég held að kannski spurningi sé ekki hvað við græðum og heldur hvort við getum tapað minna með því að fórna þessu mynda sjálfstæði svo verandi með íslensku krónun og svo framvegis sem að hér svona dragbítur á ýmsum málum. Þannig að það ekki eins og maður myndi sakna hins íslenska efnahagsumhverfis. Nei, ekki sárlega. Ekki sárlega. Og varðandi Ameríku þá náttúrulega ég áttaður á þeirri þróun sem það í gangi en ég hef svona verið velta fyrir mig sko hvað eðlis hún sko því að mínu mati hefur Trump enga stefnu. Hann algjör augnabliksmaður og hendistefnumaður og heldur fram og gerir það sem hann svona dettur í hug án þess að rökstyðja það þín. Það sem hættulegt við það að svona aðili skuli komast til valda og njóta í raun og veru fylgis og vera stuttur af svona stórum hóp. Og ég held að eina vonið sé að afglöp hans sem að ekki fá og fækkar ekki að þau verði svona til þess að það hrynji af honum svolítið þessu fylgi þannig að þeir repúblikanar sem að leggja áherslu á flokkin sem slíkan umfram hann að þeir fara að vakna og sjá að þetta kannski ekki svo leið sem að stórveldi á Bandaríkin getur farið. Þetta alveg rosalega alvarlegt ástand sem uppi og ég held að við verðum að fá miklu meiri þunga í þá umræðu hvar við ætlum að staðsetja Ísland og hvernig við ætlum að bregðast við þessum ósköpum sem í gangi og ég held að við getum ekki beðið í 2 eða 3 ár eftir því. Við sjáum hvað hann búinn að gera á 2 mánuðum, Trump. Hann rauninni búinn að gjörbreyta stöðun í heiminum að mjög mörgu leyti á örskömmum tíma. Þannig að þetta má engan tíma missa þessi umræða og aðgerðir. Ég held að síðasta fréttin sem ég hef lesið á einhverjum erlendu frétta við bara í dag hafi verið að hann sé að ráðgera að leggja niður bandaríska menntamálaráðuneytið. Hann búinn að ákveða það. Já, hann búinn að undirrita slíka tilskipun. Hann gerði það í gær. Og tilskipanavald hans einmitt, maður hélt alltaf að þetta væri þetta checks and balances sem að myndi koma í veg fyrir einhver brjálæðingur myndi bara eyðileggja veröldina en ég bara auglýsi eftir þessu checks and balances vegna sem ég finnst tilskipanavald hans alveg bara gríðalegt. Það bara trompar ótrúlega margt. Með miklum ólíkindum. Dómstólarnir eru auðvitað að reyna að gera eitthvað og dómararnir þarna, alríkisdómararnir eru búnir að reyna að stoppa hann til dæmis í þessum flutningum á fólki án dóms og laga til El Salvador en hann bara hlýðir því ekki. Hann hlýðir ekki dómurunum. Nei. Og hvað þá til ráða? Eini aðili sem hefur vald til þessi raun að vera að snúma við eða breyta þessu þingið. Og meðan að þingið í hans höndum þá ekki von á miklu breytingu. En það sem ég slíka kannski alvarlegt að því ég tek alveg undir það sem hér var sagt að hann mikill hendistefnu maður og alltaf að bregðast einhvern veginn við bara í augnablikinu með eitthvað sem okkur finnst oft á tíðum algjörlega galið að þá hann með og það það sem hefur breyst þessi stórir fjársterkir aðilar sem í gegnum tíðina hafa nú verið meira hinum megin að hann komin með svo sterk öfl á bakvið sig og þar eru líka aðilar sem eru með plan og það mjög hættulegt plan og þó að hann sé stundum eins og kannski óvirðinga eins og einhver fígúra sem að fær rosa mikla athygli og eitthvað að þá eru vélar sem að vinna undir niðri og það gríðarlega hættulegt ástand og þetta hefur áhrif út allan heim. Rauninni endurkoma fasismans í að hluta til nýri mynd en samt sem áður þetta býsna klassískur fasismi sem við sjáum. Var eitthvað fyndið við fréttavikuna sem að var að líða? Var svona glottuðu að einhverju sem að þið hnutuðum í fréttaheiminum? Já. Þetta búin að vera svo alvarlega umræði. Já, fyndið. Mér finnst nú alltaf gaman að fylgjast með búnaðar
þingi. Já. Það fær mig alltaf til að brosa. Nokkra, Talandi það er nú nýr tónn hjá framkvæmda hjá formanni bændasamtaka. Já. Munið að forysta bænda var alltaf svo mikið nei, hvað var það ESB? En hann var hér í viðtali við mig í fyrrata og bara galopinn í báðanda, vil bara skoða allt sem lagt á borðið. Þannig kannski allt að hreyfast. Ég held að sko, fólk sé bara að vakna til meðvitundar þetta sko, að við verðum einhvern veginn að skipa okkur í sveit meðal þeirra þjóða sem að við helst getum borðið okkur saman við og viljum bera okkur saman við og deilum gildum með. Það bara við verðum að gera það sérstaklega á svona tímum. Við getum verið að fá hér yfir okkur 25% og allt upp í 200% tolla, það er eftir því hvernig hann fer fram úr í Hvíta húsinu. Hann er búinn að hóta 200% tollum á franska bændur. Hvers vegna myndi hann ekki bara gera það líka gagnvart íslenskum bændum? En þetta er alls ekki fyndið. Þetta er ekki fyndið. Bara ekkert fyndið. Nei, þetta væri náttúrulega fyndið ef það væri ekki raunveruleiki. Ég veit. En sko, ef maður lítur bara til Norðurlandana, þá staðreyndið sú að bændasamfélögin í þessu löndum, þau eru ekki, komum við segja, andstæð eða óánað með samstarfið í ESB. Þetta móti. Þeir telja að þetta hafa verið gott skref og hvað maður segja, landbúnað starfsemi á norðurhjara það njóta ákveðna vernd og skilnings og hvað maður segja umræðan um matar og fæðuöryggi. Hún er þar á borðum líka og þar hvað maður segja nær samfélagsframleiðslan geysilega mikilvæg. Já, af því að við erum nú alveg að kafna í erfiðum þungum og neikvæðum fréttum, þá slóða mig líka mjög illa að sjá fréttirnar Kornvaks eða hvað það heitir í gær. Þetta er gríðarlega stórt og alvarlegt mál sem að pínu týnist í hinnu stóru fréttaviku, sko. Svo erum við að bíða eftir jafnvel einhverju risa eldgosi á Reykjanesi. Sumir jarðfræðingar segja að það getur orðið ansi stórt og við bíðum og ég veit að að þykist vita það Indriði að þú sért svona með þú hefur aðeins velt vöngum svona yfir því sko eins og með Grindavík. Já, ég get sagt hann að maður hafa svona hvað maður segja áhyggjur eða velt fyrir sig þessu mál, ekki bara vegna jarðfræðilegu hættuna heldur líka sko hver eru rétt viðbrögð stjórnvalda í svona málum meðal annars með tilliti til bæði atvinnureksturs og einstaklingar. Sko, ég held að sé enginn að móti því og samanstendig að ríkið ber skyldu til þess að sjá velferð þegnanna, einstaklingarna og heimilina og þess vegna sá stöðningu sem að gerður hefur verið er eðlilegur réttmætur hvort sem að við erum að tala framfærslu hlýðinni eða eignakaupin og svo framvegis sem betur fer eru sett inn í svona tryggingakerfi. En mér finnst vanta svolítið á skýra stefnu varðandi atvinnustarfsemina. Já, hver langt skuli gengið í stuðningi? Já, sko, og hvers eðlis hún sko. Atvinnurekstur í eðlisínu áhætturekstur og hann á ekki geta stólað á það að ef illa gengur, hvort sem það er af rekstrarvandræðum eða ytri orsökum að þá hlaupi ríkið þessi almenningur til og berið þann kostnað. Þannig að mér hefur fundist vera svona, eins og segja, spurningavakni hvernig þessi styrkur að vera og þetta kannski kristallast í sérstaklega varðandi Svartsengi, þar sem eru 2 einkafyrirtæki sem að hafa fjárhagslegan hag af því að hraunið fyrir enn ekki þar yfir og ríkið er að leggja út milljarða til þess að gera það. Er það eðlilegt að það sé gert án þess að koma nokkuð finguna hjá þessum aðilum? Ef að þetta ber árangur að þá skapa þetta þeirra tekjumöguleikin í framtíðinu og svo framvegis. Þannig að mér hefur fundið vanta í þessu tilviki og reyndar að áða við COVID-málun að hluta til. Það er að segja að stuðningur og styrkur við fyrirtækjarekstur sem að getur alveg átt rétt á sér eins og til dæmis vegna sem vilja ekki handa eftir niður og geta vaxið upp aftur en hvort hann eigi ekki vera skilist einhverjum hætti til dæmis það að kostnaður almennings, þar sé ríkisins við þetta að hann
fá einhvers konar tryggingu með fyrir endurgreiðslu og svo framvegis ef allt saman gengur vel og kemst frá Já. og kannski þessi til viðbótar. Vist þetta vera skynsamlegt sko, en talandi fréttamat og kannski svona óvenjulega fréttir í þessari viku eða jafnvel skondar en þó ekki skondin fréttin náttúrulega í dag undir venjulegum kringstæðum hefði aðal fréttin á BBC í dag verið að Heathrow-flugvöllur var lokaður í allan dag vegna stórbruna og 5.000 heimili þar fyrir utan án rafmagns og algjört ófremdar ástand í flugmálum, ekki bara í Bretlandi heldur víða heim vegna þess að bara það að loka Heathrow einn dag að það setur allt flug úr skorðum víða veröld en einhver síður var íslenska fréttin nummer 1 á BBC í morgun. Þetta áhugavert samhengi. Ég get nú tekið bara undir þetta. Þetta auðvitað gríðarlega flókið og það ofboðslega erfitt að ræða málefni Grindavíkur af því að þetta eru svo miklar tilfinningar, þetta eru líf og viðurværi og heimili fólks og við höfum öll auðvitað staðið saman það að standa við bakið á Grindvíkingum. En á einhverjum tímapunkti þurfum við að skoða, þú veist, hvar liggur línan, hvað það sem er réttmætt og eðlilegt og hvenær erum við komin kannski eitthvað út af brautinni og þetta hef ég talað mikið það sem að Indriði að segja að hinn ríkisstyrkti einkarekstur. Það botnlaus einkavæðing í öllum geirum og allir eru í áhættu rekstri í hinu og þessu og svo kemur eitthvað upp á og það virðist vera sama hvort það heitir eldgos eða eitthvað fjárhagslegt eða COVID eða bara loðnubrestur eða færri túrista. Það skiptir engu máli, ríkið á að koma inn og allir eiga að koma skaðlausir frá sínum áhætturekstri. Það óeðlilegt, það fullkomlega óeðlilegt og það sem ég hef hort líka til og svona ég var landsbyggðarþingmaður og ég stóð í brúnni með mínum félögum í sveitastjórn Múlaþings þegar hörmungarnar dynja á Seyðisfirði. Við þekkjum söguna frá Vestfjörðum, Súðavík og annað og svo til að lokum að benda á að þegar að Vísir í Grindavík lokaði og fór frá Djúpavogi og skildi þar allt eftir í rúst. Það var enginn sem kom og beilaði út hárgreiðslukonuna. Það var enginn sem kom og reddaði neinu eða styrkti neitt. Og nú veit ég að sjálfsagt margir Grindvíkingar geta orðið sárir eða finnst ég ósanngjörn, en ég held að við verðum bara að gæta líka samræmis. Þetta ekki fyrstu og þetta ekki síðustu hamfarirnar sem verða, hvort sem það eru aurflóð, snjóflóð, efnahagsáskoranir eða hvað það að við verðum að vera viðbúin því. Það á eitthvað eftir að gerast annar staðar, þar sem að verða mikil áföll í einhverju samfélagi. Hvað fordæmisgefandi? Hvenær verðum við að segja, ok, staðan í Grindavík bara með þeim hætti núna að við verðum bara að stoppa til dæmis atvinnurekstur. Ég ekki að segja sá tímapunktur sé núna, ég ekki að segja ég sé sérfræðingur í því hvort og hvenær hann kemur, en við verðum að vera meðvituð það, að þetta viðverandi ástand. Já, en ég held að við verðum samt alltaf að vega og meta hagsmununa í svolítið víðu samhengi, vegna þess að þetta snýst líka bara innviði sem hafa verið byggður upp og hver kostnaðurinn því að tapa því öllu niður. Það nefnt til dæmis með ferðaþjónustuna. Það var gagnrýnt voða mikið í COVID, hvað var verið að hjálpa ferðaþjónustunni gegnum COVID. En við megum ekki gleyma því. Blóðugt að sjá bílaleigurnar styrta milljarða og greiða svo arð. Já, þetta á ekki að vera svona og það sama fyrirtæki eins og Bláa lónið og ýmsa sem að nutu þarna til dæmis mikillar fyrirgreiðslu frá ríkinu en við þurfum alltaf að hafa þetta í huga að hvort sem að það sjávarútvegur, ferðaþjónusta eða landbúnaður eða annað svona að þessum atvinnugreinum að hver kostnaðurinn að því að þurfa að byggja allt upp ef það fer allt í rúst eða þá að reyna að halda því þá á floti allavega svona ef að menn sjá til lands, ef að menn sjá fyrir endan á einhverjum hamförum
að sko reyna þá að halda því á floti þangað til að því lýkur. En auðvitað verða þá rekstraraðilarnir alltaf að einmitt að axla þessa ábyrgð að sko vera ekki að greiða sér arð meðan á þessu stendur. Já, kannski einmitt í sambandi við svona innviði og skyldur landsins til að halda þeim við, að þá kannski eða vaknar svo spurning þegar við lítum á Svartsengi, ljósið þess að þar náttúrulega raforku innviður og dreifingakerfi sem mikilvæg langt út fyrir sko Grindavík, heldur fyrir allt Reykjanesið og víðar sko. Og það alveg forsvaranlegt og nauðsynlegt og réttlætanlegt að ríkið gerir það sem í þess valdi til þess að þessir innviðir þeir tapist ekki. Þar á meðal byggja Sarnagarða. Þannig að það ekkert óæðilegt að ríkið hafa afskipti af því. En þetta vekur spurninguna, sko, þegar þessir innviðir eru í einkaeign, og ég tala nú ekki í erlendri einkaeign eins og Svartsengi eða HS Orku Stórveldi. Hver ábyrgð þessara aðila gagnvart þeirri íbúum svæðisins sem þeirra verið þjóna? Þeir kaupa þarna opinber fyrirtæki sem að veita mjög mikilvæga þjónustu þarna. Hvað skeður ef að þeir gefast upp, ef að hraunbellu þarna yfir? Þeir geta bara sagt bless og sagt hérna þetta bara ykkar vandamál. Já. Ef að ríkið eða sveitarfélag þess einhver opinber aðili eigandi þess að hann getur ekki gert það. Hann verður að sjá til þess að fólki fái áfram þessa þjónustu eða eitthvað í stað hennar sko. Og þannig að það sem ég raun og veru að segja sko, nokkuð vit í því að mikilvægir innviðir, samfélagslegir innviðir, hvort sem það eru samgöngum eða raforku eða dreifikerfum, sé í höndum, fyrst að það erlendra aðila sem eru náttúrulega hafa allavega mjög litla siðferðilega skuldbindinga gagnvart ríkinu, eða þá í höndum einkaaðila sem að hafa líka takmarkaða möguleika og engar skyldur til þess að sinna þessum almennu þörfum þeim síns og. Þetta er mjög góð punktur, auðvitað á HS Orka að vera í opinberi eigu opinberum rekstri. Þetta auðvitað þannig fyrirtæki að það auðvitað stórfurðulegt. Ég meina þetta eru bara ekki allir sammála og þetta algjörlega bjargföst trú mín að okkar allir innviðir, allt sem að snýr að hvort sem að það eins og hér talað raforkuna eða hvað það á að vera í eigu ríkisins. Og við höfum hort á einkavæðingabraskið í þessum málaflokkum til áratuga. Við höfum hort á mjög dapurlega þróun í heilbrigðiskerfinu undanfarin ár og ég hef nefnilega svo miklar áhyggjur af þessu. Af því að við sjáum þetta nefnilega það sem gerist. Það auðvitað getur verið frábært að fá inn eitthvað aðila til að stytta eitthvað biðlista til skamms tíma. En ef við horfum til langs tíma, það enginn að fjárfesta í þessu til þess að reka hér einhverja samfélagsþjónustu. Ekki á neinu leveli. Þannig ef eitthvað bjátar á, þá viðkomandi ekki að fara að taka neina ábyrgð og þetta lendir hvort þið á ríkinu. Ég hef núna smá áhyggjur af því að þegar ég fékk ykkur í þennan þátt þá eiginlega lofaði ég ykkur því að þið yrðuð komin út eftir rúman klukkutíma en nú hefur við verið í klukkutíma korter. En ég ætla samt að ég get ekki skilið við ykkur öðruvísi heldur en svona aðeins á persónulegu nótunum leið og ég þakka ykkur fyrir að koma hingað. Ef við byrjum á þér, Sigursteinn, ekki rétt hjá mér að enn eitt stórvirkið sé að koma út hjá þér sönn sakamál? Já, ný sería kom út í gær bara? Sjónvarpið Símans, Premium og hérna þetta eru vikulegir þættir, 6 þættir. Fyrsta málið sem að ég tek fyrir slysið við Skarfasker árið 2005 þegar að formaður Sjómannafélags Reykjavíkur siglir drukkinn skemmtibát sínum, 5 manns borð á Skarfasker, 1 deyr þá strax og unnusta hans deyr í kjölfarið nokkru síðar, drukknar. Þetta var á þeim tíma
hann hlaut þyngsta dóm sem hafði verið kveðinn upp í manndrápsmáli af gáleysi á þessum tíma, tvöfalt manndráp af gáleysi. Ég svona búinn að vera að skoða þetta mál undanfarið ár og það margt í því sem að kannski fékk ekki mikla athygli á sínum tíma, sem full ástæðu til þess að skoða nánar, og sannarlega ýmsar spurningar sem hafa vaknað upp við þessa skoðun mína á málinu og þessa þáttagerð. Þannig að já, þetta svona eitt af þessum málum sem að hafa vakið sérstakann óhug hjá mér við að fara í gegnum og fara yfir, sem ég þykir þetta alveg sérstaklega óhugnulegt mál. Þetta samtals kannski 70 sakamál sem ég hef skoðað á síðustu 28 árum, og þetta að mörgu leyti svo sérstætt mál, óhugnulegt. Já. Geturðu sagt okkur áður en þú ferð út í rigninguna eða snjókomuna jafnvel, eða snjóaðanu hérna rétt áður en við fórum í loftið? Við erum búin að fá allar tegundir í dag. Við erum búin að fá allar, það voru sko sól líka. En geturðu sagt okkur hvað það sem að keyrir þig áfram fyrir hverju þú tikkar í þessu? Sko, ég hef nú verið kannski svo lánsamur í gegnum tíðina að geta oft varpa ljósi eða svona sýnt tilteknar hliðar á málum sem að hafa kannski ekki komið fram áður eða ekki fengið allavega mikla athygli áður. Og auðvitað það nú þannig að maður í ákveðinu svona, já, það ákveðin lúksus að vera að skoða þessi mál í bakgrunnsspeglinum, því að þá getur maður svona gert það öðruvísi og að meiri yfirvegun, og það liggja fyrir auðvitað ýmis gögn og dómar og annað til þess að hjálpa manni. Þannig að það alveg skiljanlegt að oft í hita leiksins að þá tapist eitthvað í upphafi málana og jafnvel við dómsuppkvæningu og rannsókn þeirra, sem að síðan hægt að varpa einhverju ljósi á síðar. Þannig að ég hef verið í rauninni mjög heppinn að geta unnið þetta svoleiðis. Hér til dæmis að ræða 20 ára gamalt mál, og svo er ég að skoða 4 önnur mál í þáttunum sem þar koma á eftir, og ég hef það svona alltaf að leiðarljósi að ef að ég sé ekki fyrir mér að geta sýnt eitthvað nýtt, byrt eitthvað sem ekki hefur áður komið fram og einhverjar hliðar málsins, að þá sleppi ég því. Þannig að já, ég veit ekki sko, hvað drífur mann áfram í þessu. Ég er engin sérstakur áhugamaður sakamál, hef aldrei verið það, en ég er hins vegar áhugamaður að leita staðreynda og reyna einhvern veginn að varpa ljósi á mannlegar hliðar, mannlega breytni, viðbrögð við tilteknum aðstæðum. Ég er mjög áhugasamur að stúdera það sérstaklega. En tengist þetta því sem við köllum réttlætiskennd? Nú get ég ekkert sko sagt það, dæmt það með sjálfan mig sko, en sko, það skiptir bara alveg ofsalega miklu máli, held ég, að þegar fjöllunum sakamál annars vegar, að maður hafi þetta alltaf hugfast sko, annars vegar aðgát skal hafið í nærveru sálar, og hins vegar þessi staðreynda leit að hún verður að vera takmarkalaus. Hún má ekki hafa nein mörk önnur heldur en bara sko, þau að ljúka þessu þegar að maður sáttur. Er ekki gaman fyrir þig, lögfræðingin, að heyra hann ræða svona sakamál? Jú, ég er mikill aðdáðandi Sigursteins og alveg ligg yfir þessu og Hann heppinn með rödd líka. Já, þessi fallega rödd gerir nú gott fyrir áheyrendur og þetta svona og kannski líka mörg af þeim málum sem að Sigursteinn hefur fjallað ég hef lesið dómana, þeir voru notaðir í náminu í lögfræðinni, við vorum að skoða svona sérstaka vinkla á einhverjum ákveðnum málum og þannig að ég kannski þekki suma af þeim líka að einhverju leyti og
mér finnst nú eins og ég sagði við hann áðan nú erfitt að segja að ég hef svo gaman af þáttunum þínum af því oft þetta nú bara algjör hryllingur og hörmungar fólks en þættirnir eru gríðarlega áhugaverðir og eins og þetta að varpa nýju ljósi á eitthvað sem við töldum okkur vita með vissu, það er alltaf áhugavert. Talandi nýtt ljós, þitt líf er bara nýtt. Já, algjörlega. Þú rifjar það upp hérna áðan þegar þú sast hérna við þetta rauðaborð og við vorum tvö að ræða eitthvað allt annað og þú varst þingmaður og svo hættir þú þingmennsku. Já. Og það er ekki bara það að þú veist komin í nýja vinnu sem að mér skilst að sé utan höfuðborgarsvæðis, ertu líka búin að skráða því í nám í guðfræði og brillerar það eftir því sem ég veit það. Ég er sko fólk talar að vera réttri hillu, ég er náttúrulega bara kallax, þú veist, risa því að ég á svo margar hillur og ég hef áhuga á svo mörgu en guðfræðin er örugglega yfir 20 ára gamall draumur. Lögfræðin var meira svona praktík, hvernig get ég séð fyrir mér og mínum og hvað er skynsamlegt og eitthvað. Og nú er ég bara að verða 50 eftir nokkur ár og ég ætla bara einhvern veginn að skipta gír og ekki endilega gera bara allt sem er praktískt og rétt og gáfulegt og fara að gera meira því sem ég finnst gaman og áhugavert og svona auðgar lífið. Spennandi. Og guðfræðin á hug minn allan. Ég bara, mér finnst þetta alveg ofboðslega gaman og ég er í siðfræði og fornbókmenntum og ýmsu og þetta bara ég bara eyða í skinninu yfir því að vera í þessu námi. Ég er svo spenntur bara fyrir þína hönd og ég held að það sé æðislegt. Og það eru svo margir sem spyrja, já, ætlar þú að vera prestur? Ég veit það ekki, ég er bara guðfræðinemi og það er bara algjörlega fullnægjandi í bili. En ég er semst farin að vinna sem deildarfulltrúi framhaldsnáms fyrir Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri og það er líka alveg ótrúlega gefandi og skemmtilegt starf og ég er að læra svo margt nýtt og ég er að kynnast svo mörgu í okkar samfélagi upp á nýtt og frá öðrum sjónarhóli og þannig að lífið er nú harla gott. Ég er oft spurð að því, ertu ekki fegin að vera hætt á þingi eða saknar þess ekki að vera á þingi? Og svarið við báðum spurningum er eiginlega já. Ég er frelsinu fegin. Ég hef ekki tekið eitt einasta viðtal síðan í, held ég, nóvember og það er geggjað. Þó ég ætla ekki að tala neitt niður þín góð viðtöl að fá að vera bara partur af einhverju heild að geta talað bara frjálst, mér finnst það gott og notalegt, geta einskorðað tíma minn til að sinna börnum og fjölskyldu í algjörum forgangi fram yfir þarfir og gerfi þarfir alls konar hluta sem að fylgja starfinu. Já, gerfi þarfir eru líka þarfir. Já, þær eru það, en mér finnst betra að forgangsraða börnunum fram yfir einhverja snittu étandi kokteilboð, sko. Ég fann mig aldrei í þeim, en Mér sýnist þetta nýja líf bara að fara mjög vel með þig. Já, það gerir það. Mér líður vel, ég er bara ofsalega glöð í eigin skinni, en ég vil líka taka það fram að ég sakna þingsins. Alþingi er eitt besti vinnustæður sem ég hef unnið á. Og allt frá, það er alveg sama hvert þú horfir samstarfsfólk í þingflokki mínum eða í öðrum flokkum, hvort það er fólkið sem er í mötuneytinu eða einhverjir bílstjórar eða þingverðir. Þetta er allt svo yndislegt fólk að vinna með og þó að við svo rífumst og ætlum að klóra augum hvort úr öðru í ræðustól Alþingis þá er samanstendur þingið að megninu til bara af venjulegu og góðu fólki og ég held að við megum líka stundum muna það. Alveg rétt. Indriði, þegar ég spurði þig hvort þú væri laus í þetta spjall þá sagðir mér að þú hefðir verið að koma úr sumarbústað þar sem varst að spila bridge. Það gladdi mig nú sem höfund bridge-þáttarins í Bændablaðinu. Það var nú þess vegna sem þú sagði það. Það var þess vegna sem þú tókst það frá. En hvernig hefur þér gengið að hætta að vinna, draga þig að einhverju leyti í skel og þurfa að bara
verkefnið frá móti kvölds að hérna... Ég segi svona eins og margir sem eru í minni aðstöðu, það svo, ég hef aldrei haft meira að gera. Þú hefur aldrei haft meira að gera. Nei, en ég þarf ekki yfir neina kvarta, ég með svona við góða heilsu og meðan maður hefur hana þá getur maður ýmislegt og ég bara eini tímanum meðal annars í að spila bridge en þó þessi taki ekki svona mikið tíma alltaf en það ég á götu klúbbi sem hefur meðal annars þannig að segja það skreppa upp í sumarbústaður og hvoru 2 ári og spila þá og ekki þess að spila svo hálfsmánaðarlega við veturinn og það virkilega ánægilegt. Þetta finnst mér góð idea hjá okkur. Já, en fyrir utan það þá ég kannski svona á sömu slóðum og hérna kollegum hérna að leita staðreyndum. Ég hef mikla áhuga á svona pólitískri þróun og sérstaklega kannski svona pólitískri stefnumótum og aðgerðum og ég hef svona verið að dunda við að fylgjast með því og skrifa eitthvað það sko. Þú skrifa greinar í heimildina með það? Já, og það sem ég kannski lagt áherslu á að byggja það á staðreyndum, hvort sem það talnalega staðreyndur og sko, því að mínu mati einn stærsti svona ljóður á íslenskri stjórnmálaumræðu skortur svona á, hvað við segja, fagmennsku á mörgum sviðum, þar segja að umræðan oft mikið byggð á tilfinningum og á svona sögursögnum og þvínugu en lítið af staðreyndum og það kannski byggist á því að okkar bæði stjórnkerfi fátækt að sérfræðiráðgjöf og sérfræðingum. Ég held að þingmenn hefðu mjög mikið gott af því að hafa svona sterkari bakgrunn. Það mikil vinna sem felst í því að afla upplýsinga og matreiðar svo framvegis og ekki eðlilegt að menn sem að sitja í mörgum nefndum og útvarpsfundum hafa mikið tíma til. Þarf að vera eitthvað svona faglegt bakland sem að styðja þetta og því miður verður segja það líka hvað má segja, okkar akademía, hún ekkert alltof frjó að þessu leyti. Nei, það. Og ég hef svona fyrir mína part að vera að reyna að bæta þau upp og skrifa svolítið ríkisfjármál, skattamál og svo framvegis sem ég eins og segja, svona legg megin að draga fram og byggja þetta á staðreyndum fremur heldur á skoðunum eða eitthvað þess að menn geta deilt þessa niðurstöður og hafa gert það, en ég held að þetta sé mikilvægt allavega mikilvægt fyrir mig að geta syndið ég hef svona orku til og nennum. Já, ég bara þakka þér kærlega fyrir þessa vinnu. Ég les greinina þínar alltaf af athygli og það búið að vera frábært að hafa ykkur öll þrjú hér við þetta rauða borð. Sem öll að leita sannleikans á mismunandi stöðum. Eins og hérna einn kollegi minn segir hérna stundum við erum öll að reyna að skilja heiminn. Það var sem fullt starf. Það alveg fullt starf. En mjög gaman að hafa ykkur hér og það búið að vera gott andrúmsloft, gott rafmagn við þetta borð. Kæra þakkir fyrir aðstofana í leitinni að skilningnum á heiminum og Sigursteinn Másson, gangiði vel með nýju seríuna. Kæra þakkir. Og Jódís Skúladóttir, gangiði vel með bæði guðfræðina og landbúnaðarháskólann og allt það sem annað og ég vona að þú heldur að spila bridge og skrifa greinar. Bæti mig. Já, gangiði vel með það. Já. Og þá þessi þáttur á enda runnin, hann nú reyndar orðin ansi langur og andrúmsloftið hér við rauðaborðið, það orðið ansi hlýtt hjá okkur, þetta svona minnir eiginlega á bara sána. En hérna ég vil minna ykkur á það að í fyrramálið verður flutt hér á samstöðinni svokallað helgispjall. Sigurjón Magnús Egilsson ætlar að taka stórt viðtal við mjög áhugaverðan Íslending. Ég leyfi honum að kynna hann til sögunar bara í fyrramálið. Og sunnudaginn Synir Egils, sá góði þjóðmála þáttur. Þannig að ég vona að þið verðið með okkur á samstöðinni helgina og ég minni á útvarpið 89,1 og þakka fyrir samveruna að sinni. Verið sæl.